Panegyric to Katla, Eggert Olafsson. We've travelled far and wide o'er land, wetlands, wastelands, lava and sand, mountains, glaciers and their streams, caves and cliffs, canyons and ravines. Our journey prospers by all ways and means. The finest leaf in our laurel band, Katla, greatest wonder of this land, a blooming rose with crimson rays, snowy headdress worn in eerie haze. Wise men of the world sing her praise. Let us arise this mount to ascend, our forefathers' fortune will attend, and blessings on our joy reflect. Fair nymphs our sanctum will protect, as we render Katla all due respect. Og það var líka sérstaklega gaman að þýða þetta, því að ég las bókina fyrst sjálfur, mér fannst hún bara svo skemmtileg og svo og líka það var nálgun hans Helga sem ég fannst svo aðlaðandi. Þetta ekki bara vísindalegt, það líka, hann skrifar líka sögu, jökla í sögu og menningu Íslands, og þess vegna það fullt af tilvitnum til dæmis Íslendingasögurum, annálum, dagbókum og ferðabókum og svo líka jafnvel það ljóð og svo það var þessi sem ég fannst virkilega gaman að fást við, ekki bara ég þurfti líka náttúrulega að læra svolítið jöklafræði svolítið mikið, en hann Helgi hjálpaði með þetta, með orðabækur og hann fór yfir allt, sérstaklega þetta sem vísindalegt og jöklafræðilegt. En náttúrulega þetta tók sinn tíma, þegar þetta mjög löng bók og svolítið þung á köflum, það mikið efni og erfitt efni stundum, sérstaklega þegar að þýða texta frá 17. öld eða 18. öld, sem svolítið öðruvísi, íslenskan öðruvísi, hvað þá að reyna að apa eftir á 18. aldar ensku líka. Af og til ég notaði þýðingar sem voru til. Ef þau voru til góða þýðingar, þá ég notaði það, og þeir náttúrulega vitna til þessar þýðingar, ekki mína þannig, af og til. En stundum þurfti ég bara að endur þýða, þetta annarkvort mjög gamla þýðingar, eða hendi ekki alveg fyrir svona bók, því miður margar þýðingar þeir búið að enska staðanöfn. Það ekki hægt í svoleiðisbók, við verðum að hafa íslensk staðanöfn í bókinni hérna. Þegar náttúrulega langflestir fólk sem hefur áhuga á jökla og jöklafræði myndi vilja kíkja á kortið og finna þessum stað. Og það er ómögulegt að nota þýðingu sem hafa Árnafell sem Eagle Mountain, sem náttúrulega finnst á neinum kortum. Það líka þessi nálgun sem ég tala að byrja með. Mér finnst þessi bók getur verið fyrir öllum sem hafa áhuga á menningu, sögu og náttúrulega jöklafræði og vísindi. Til dæmis fyrsta kaflan mjög fræðandi hvernig jöklar eru til og allt jökla, sérstaklega hér á landi. Svo bara almennur lesandi sem hefur áhuga á kannski að fá að vita eitthvað jökla almennt, ekki bara jökla Íslands, myndi hafa gaman af þessu. Þeir sem hafa mikið gaman af sögu Íslands og menning Íslands líka, þá líka hægt að fá ýmislegt hérna sem mjög skemmtilegt. Sérstaklega þetta samskipti milli jöklana og mannana, hvernig þeir hafa áhrif hvort á öðru gegnum tíðina. Og þá byrjaði að þýða til dæmis þetta Leigjandinn eftir Svövu Jakobs með henni. Við fórum að vinna saman með því. Hún fór yfir hver einasta orð textans. Og það kom út sem bók svo, Leigjandinn og aðra sögur, The Lodger and Other Stories. En ég hef líka gert nokkra barnabækur, 5-6 barnabækur á þessum tíma. Þar á meðal sem var mjög skemmtilegt var The Story of the Blue Planet, sagan af bláa plánetinu, eftir
Andra Snæ, að því að þetta vann verðlaun í ekki sem þýðing en heldur bókin vann Best Book of the Year for Children 2013 í Bretlandi. Þetta var United Kingdom Literacy Association, skólakennara. Svo þetta mjög skemmtilegt að ég og Andri og Áslaug sem var teiknari, við fórum þegar verðlaunin voru afhent í University of Sussex 2014, fyrir 2 árum, rúmlega. Og núna reyndar ég fast við það að þýða söngvara fyrir söngleikinn Bláa plánetan líka. Þegar ég var á Hala í Suðursveit og var mjög hrifinn af bókum Hans Þorbergs og svo kom tækifæri til að þýða einmitt nokkuð efni eftir hann, þar á meðal Steinarnir tala, The Stones Speak, æskuárin hans á Hala í Suðursveit. Og ég nú eins og þeir að reyna að klára þýðingu af íslensku aðal. Jú, mér finnst það rosalega fyndinn, skemmtilegur og stríðinn. Það er það sem er svo erfitt að þýða í raun og veru. Því að það er þessi stríðning, alltaf að gera grín af sjálfum sér og öðrum og þjóðfélaginu og svo framvegis. En hann er náttúrulega mjög sévisku, svolítið spes eins og sagt er. Margir segir hann er allt of íslensku til að þýða. Ég skil það á vissan hátt en þetta er ekki alveg, það er ekki ómögulegt að þýða, en það er mjög erfitt. Og að vissu leyti það tapar smávegis eitthvað sem er í upphaflega handritinu auðvitað. En ég reyna alltaf að vera að koma þetta yfir á ensku sem það sem allavega 90% af honum er skiljanlegur af hans húmor og hugmyndir hans er alveg frábærir, sumir, og ég er mjög hrifinn af þeim, sérstaklega til dæmis þessi grein sem hann skrifaði bréf til nasista 1933 minni mig, og ég var svo hissa að hvað hann var að segja í þessari grein, að hann sem óþekktur rithöfundur út á skeri út á Norðurhafinu, hann virtist þekki meira til nasisma og hvaða hryllingur þetta var heldur en margir í Evrópu á þessum tíma. Mér fannst það mjög athyglisvert og meira líka að hefði þýska herinn komið til Íslands 1940 og ekki breski, þá dagarnir Hans Þorbergs hefði verið taldir Svo þetta var líka mjög djarfur af honum, hugrekkur að skrifa svona grein á þessum tíma. Og líka, mér fannst það mjög hans útskýring af hverju að þó að hann er sósíalisti, hann samt trúir á alls konar skrýtum verum í loftinu, eins og hann tala oft í Steinarnir tala, af hverju þetta gengur saman hjá honum allavega. Því að þetta hefur alltaf verið til svoleiðis verur í öllu menningarsögum, í öllum menningum, og það skiptir engum máli hvað prestar segir, hvað er pólitíkus að segja. Það er alltaf fólk sem trúir þessu. Svo hvað er þetta? Það er eitthvað þar, segir hann. Og þess vegna, og við megum ekki taka ekki mark af því. Það er hans aðal hugsjón, við megum ekki ignorera það, Þetta er til, þó kannski politikusa og presta, þeim vil ég ekki viðurkenna það. Þetta er bara smá kafla úr Steinarnir tala, Stones Speak. Þórbergur var rosalega hrifinn af öllum dýrum, sérstaklega dýrin á Hala í Suðursveit. Seppi was the hund hans. Seppi was the creature in my home that gave me the most to think about. He was the great seer in the darkness of the night. He sometimes jumped up in the evenings and began to bark,
and barked in earnest too. What's up now? Is someone coming? I dashed to the window and looked out, but I saw no one coming. So why is the silly dog barking? I saw no one coming, but he must see something. Seppi doesn't bark for nothing, and he isn't looking down towards Breiðabólstaður or down towards Gerði, which is what he would do if he was barking at the dogs from there. And then he'd howl, but he isn't howling now. He's peering intently down towards Ur, but nothing can be seen moving there, and all the livestock are inside. Nonetheless, he seems to be watching something, giving a bark now and again, and then long and energetic rounds of barking as if something were agitating him. "What the devil are you doing sticking your head out of the window to coax him in?" says my grandfather Benedict from his bed behind me. "I'm not coaxing anyone in, there's no one coming." "Woof, woof, 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 woof. The blasted mutt must be barking at something." "It must be something supernatural." "The hell he can see something supernatural." "Woof, woof, 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 woof. Seppi sometimes acts up when folk from Reynivellur are approaching," says my grandmother Guðni. But then suddenly, at the easternmost end of the kitchen house wall, he suddenly stops, becomes totally silent, and then turns around and trots casually westwards along the top of the wall, shamefaced, his tail dangling between his legs, as if he's afraid or embarrassed at having suddenly lost out on something. And he lies down on the western side of the dwelling room window, turns round in a circle, and then goes to sleep. What on earth was that all about? Seppi must have seen something, but what did he see? That was one of the mysteries of life. All the same, it was a great lesson for me on the existence of something which I hadn't the ability to either see or hear. There was something pleasantly exciting about a dog's barking at night. There was always something on the move, and the barking made you pay attention to the great immensity of the evening calm. It was most exciting in pitch darkness, for then the imagination had more opportunities for guessing at things than in moonlight. You looked out into the darkness and saw nothing, listened to the darkness and heard nothing, but there was something out there all the same.